Strákar, þetta nú ekki alveg eins spjall eins og í fyrra, en ég ákvað að nýta tækifæri fyrst ég í þarna. Tveir fyrrum Íslandsmeistarar. Hvernig þetta? Siggi, þú átt einn titil eða ekki? Ég á einn, jú. Átt þú líka einn? Já, 3. Þú átt 3? Hverslas mókun þetta? En þið eru þetta hérna núna, hérna á reynsunu, af því að sonur þinn, Logi, er einn af þeim sem að keppa um þetta, var Íslandsmeistarinn fyrir 2 árum. Þú ert kaptinn hans. Ég er kaptinn, já. Og hvað, ertu búin að koma með Loga alla dagana, Palli? Eða hvernig þú veist, ertu að koma hérna bara sem andlegu stuðningur núna, eða hvernig? Ég var í gær og í dag og verða á morgun og ég komst ekki á 50-daginn og hérna, þetta er einmitt, mér finnst þetta mikilvægasti þátturinn kannski í svona mótum, að gerir ekkert þegar þeir eru farin út á völl. Nei. En svona andlegu stuðningur hérna og tjekka hvort að hlutinni sé ekki í lagi, hvort að þurfa ytta blýjantan eitthvað aðeins betur eða hvort það sé spot on og fara kannski yfir stingarhöggin eða stefnir í rók og svona meira bara að vera til staða. Skerpa á svona ákveðnum þáttum. Já, og best er náttúrulega maður þarf ekkert að segja, sko, bara vera til staðar. Ert þú þjálfarinn hans Loga? Já. Einn af mörgum eða bara einu þjálfarinn? Ég og Maggi Birgis höfum verið með hann þegar hann er úti. Hann er náttúrulega úti 4-5 mánuði á ári og þannig að það hefur verið mjög gott samstarf. Já, og þið talið ykkur saman, þú og Maggi um það. Já, við erum alveg á sama blaðsíðu með alla hluti, sko. Já, og eins og ég segi, hvað ertu búin að vera, hver er þín ráðgjöf til Loga? Þú veist, ertu búinn eða áttu eftir að skerpa á, eða? Ég er búinn í dag og það var í rauninu ekkert sem að þurfti að bæta við, bara sama gamla rullan okkar. Við erum með nokkra punta sem að þurfa að vera í lagi En eins og segir, það er dálítið vindur, þá er hvað, Stingarhögg? Stingar er svona stjórnaboltanum í vindinum. Hann er Logi. Þannig fóruð aðeins yfir það dálítið með svo... Nei, hann tók bara nokkra og hann er mjög góður í því, sko. Já. Og þeirra gustar aðeins. Þú tast aðeins út fyrir gjöðum. Já, það þarf að undirbúa mörg högg öðru. Já, þú þarf að hafa mörg högg í bókunum og kunna stjórnaboltanum og halda honum lágum og háum og úr röffi og höllum og hann svona, já, maður að nota allan skalan á golfökum en maður ætlar að skora Nú er ég að fá Hyggsta en spurning hvort að þú fáir Hyggsta líka. Ég held að Siggi sé að verða dálítið fúll hvort að hann fáir það. Ætlar þú bara að halda á mikrofónunum í alltaf daga? Þetta er lengst. Ég hef aldrei heyrt að þegja í 2 mínútur. Gjörðu svo vel, yfir til þín. Takk fyrir. Siggi, segðu mér, og þú ert á pókanum. Ég er á pókanum, já. Og þú veist, þú ert náttúrulega fyrir Íslandsmeistari og allt það. En getur þú bara lagt eitthvað, þú veist, bara hvert er þitt hlutur? Sko, mitt hlutverk er alltaf að hann stjórnar leiknum, hann ræði við mig, hann leitar oft eftir ráðleggingum, hvernig höggið að vera. Hann er miklu betur en ég í golfi, þannig að það er stundum svolítið fyndið. Já, þú getur ekkert beint kannski, ekki dálítið verið að kenna hænunni. Nei, og svo vill hann fá mig oft inn á grínum með sér að lesa. Já. Og þá koma stundum 2 skoðanir. Já. Hann tekur alltaf loka ákvörðunina en við erum í 99% alveg sammála. Já. En það er bara gott eins og fyrir hann að fá bakkum frá þér. Er þetta svona brot í gríninu og þú, já, eða þú veist, og þið? Já. Við notum það oft og svo bara alltaf er ég búin að þekkja hann frá því að hélt fyrst á Kylfu. Já. Þannig þú þekkir inn á... Og ég er ekki að skipta mér að svinginu hans eða neinu. Nei. Að vísu hef ég fengið hjá Sigapalla svona 1 og 1 punkt að fylgjast með því og þá geri ég það og ef maður dettur í það þá minni ég hann á það. Já. Að því ég pínlítið ekki góð að segja þá. Einmitt. Þú veist eitthvað nákvæmlega. Já, pínlítið, já. Já. Þannig að þú veist, ykkar hlutur hérna á Íslandi, maður sér þess að kappa úti, þú veist, atvinnumanna röðun og ekki talað að þeir eru á 10% af hvað veljum við fjöðu. Jú. Og þeir hafa þannig svolítið bara nokkuð gott. Já, ég Logi skuldaði mig þá helling. Ertu að sjá fyrir þér að þú, hefur eitthvað verið að katja, nú hefur Logi hans verið erlendis á atvinnumannamótum eða ekki? Já, hann var í sumar og í fyrra þá fór hann á St. Andrews og opnaði breska áhugamanna. Já. Og ég fór með honum þangað. Okay. Ég held að ég hafi haft meira gaman að þessu. Þetta var þvílíkt kikk. Ég fekk ekki upplifa þetta. Nei. Þó ég hafi verið Íslandsmeistari að fara á svona mót. Já. En þetta er, ef hann vill hafa mig með, þá tekið mig frí og vinn og fyrir með honum. Já, þetta er svona bara
þetta svolítið okkar líka. Og- bara feðgastund. Já, hann stjórnar þessu. Bara ef hann biður eitthvað þá segi ég já. En ef ég má spyrja þig, að því ég hef svona grínast aðeins við hann á það þegar ég tók spjalli við hann. Ég man í fyrra, þá var hann að koma einn í hólinu og ég svona logi, hann gleymdi því. Það bara gekk illa hjá honum. Já. Hvert þitt hlutverk á svona moment? Ertu að reyna að... Ég aðeins að reyna að róa hann og það bara næsta högg. Og hvernig gengur það? Það hefur í nánast öllu tilvíkum gengið vel. Já. Og það náttúrulega getur orðið þannig þegar feðgar eiga í hlut, þá geta ég kannski svona ekki verið sammála, en mitt hlutverk raunverulega bara að vera með honum, leyfa honum á stjórnarleiknum og svona sinna honum og svona peppa hann upp. Spjalli í fyrra, ef þú kannski tekur makina aftur, í fyrra þá tók ég hvað, voru það ekki þrennir feðgar? Jú, Heiðar Davíð var með okkur. Heiðar Davíð var líka, og hann náttúrulega með sínu. Hvað með son þinn, hann í mótinu í ár? Já, hann á 7. held ég. Hann á 7. Já, já. En hvað, hefur þú ekkert verið á pokanum hjá honum til dæmis? Nei, hún finnst rosalega gott að vera bara einn. Einn? Já, hann bara ekki með neitt á pokanum. Og nei, mamma hans hefur verið dugleg að vera með honum undanfarið og nú hann að fíla sig bara best einn og ég held að það sé bara mjög fínt. Hann verður að fá ráð á því. Alveg eins og Siggi segir, hann stjórnar þessu. Hann stjórnar þessu. Og svo svona allavega í þessu móti, þá verður ég náttúrulega að þjálfa nokkra einstaklinga og basically í vinnunni, þannig að, en ef hann myndi væli í mér, þá myndi ég fara á pokan í honum og eins með Loga eða hvert sem svona, þannig að. En hver svona eitthvað þá tilfinning fyrir? Nú mótið hálna, búið að koma niðurskurður. Axel, já, og Dagbjartur náttúrulega hafa verið að spila best, en þetta náttúrulega engin munur, eins og þið náttúrulega vitið. Hvernig sjáu þið daginn þróast? Ég held að komi 2-3 hringir svona kringum 65-6 í dag. Þú mátt vona því? Já, þetta kallað svona moving day og það klárt mál að það mun einhver smetla í held ég 65-6 og... Vindurinn ekki þannig að stríða heldur í dag? Nei, þetta orðið blanka logn með hvað væri í gær, sko. Já, þetta minni vindur. Miklu minni, já. Þetta sama vindátt og þetta komið inn í kerfið hjá öllum, sko. Já, og ekki, gæðin í íslensku golfi orðið þannig, ekki alveg 10 kylfingar sem að geta hlaði í 65 kíl? Jú, allir þessi sem eru í kringum parið eða eitthvað smá undir parið geta allir spila á 65. Já. Ok. Þannig að þetta spennandi. Ef ekki bara fara að fylgjast með þá? Til í það. Takk fyrir spjallið. Sömuleiðis.